Velkomin í Hvort myndirðu frekar. Í dag ætlum við að tala þægindaramma. My forte, elska að tala þægindaramma. Og við ætlum að tala það að yfirgefa allt sem kunnugt og stökkva út í óvissuna. Hvað gerist þegar þú ferð úr litlum bæ þar sem allir þekkja alla og flytur hinum einn á hnöttin í allt annað tungumál, aðra menningu og annað samfélag. Með mér Elín Anna Olsen sem flutti frá Sauðárkróki til Japans í skóla og í dag ætlum við að spyrja hvort myndirðu frekar vera þar sem þú ert örugg eða þar sem þú ert órugg en vex. Við skulum bara byrja. Sæl. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér hingað. Ég mjög spennt að fá þig og mjög spennt að heyra. Okay. Mér langar að því að eins og ég segi alltaf liðirnir eru 3 spurningar, síðan ætlum við að fara út í sammála og ósammála og svo í hvort myndirðu frekar. Og við byrjum á spurningum. Ef við byrjum bara á hvað fékk þið til þess að ákveða að fara til Japans? Fyrir mig var það upprunalega var ég að læra BS í sjávarútvegsfræði á Akureyri og ég er búin að fara 1 skiptinám til Noregs og ég tók viðskiptafræðina með og það lengdist aðeins námið mitt með við samnemendur og svo datt mér bara í hug kannski ætti ég að fara til Japan í skiptinám og ég held að var ekki hægt að fara í 2 skiptinám en svo hafði ég samband við deildina innan skólans og það var vissulega í boði og komið þannig í gegn og venjulega tekur skólinn ekki svona móti bachelornemum en út af því að bara fara að skrifa lokaverkefnið mitt þá voru tilbúin til að taka við mér og þetta var bara svona áhugi, ég var búin að horfa smá á anime og það var líka búin að kynna okkur við gegnum skólan, gegnum námið, við sjávarútveginn þar í Japan og ég var svona, það væri svolítið spennandi að fara aðeins meira inn í þetta og bara prófa að fara eitthvað alveg nýtt í 6 mánuði og ég bjóst mjög mikið við að ég myndi hata það. Eða? Já. Og Akkur ákveður að fara og gera eitthvað sem það heldur minn hata? Af því að stundum verður maður bara að prófa hvenær hefur maður aftur tækifæri að fara og búa í Japan í 6 mánuði og þú veist, þegar maður námsmaður þá það svona tiltölulega ódýrt fyrir mann af því að skólanámið coverað og ég þurfti bara að borga fyrir leigu sem var í gegnum skólan samt líka, þannig ég var að vist á campusnum og já, og ég skellti mér þarna út, grét eins og barn fyrsta kvöld á vistinni já, væntanlega. En þetta var æðislegt og þegar ég var að hugsa að fara aftur í meira nám og var komin að aldrei, þetta var svona ég ger þetta núna, ég ger þetta aldrei, það var bara klárlega mér langar að reyna að fara aftur til Japan. Vá, en þú hatar þetta ekki? Alls ekki, og var bara miklu hrifnar af þessu en ég átti nokkuð tíma að vona á. Já, en þú varst svolítið hrædd? Mjög, já. Á alltaf, ég alltaf hrædd í gegnum lífið. En við hvað varstu helst hrædd? Náttúrulega bara vera á ólíku stað þar sem ég tala ekki tungumálið og geta ekkert bjargað mér eða eitthvað svoleiðis og vera bara ein þarna með enga vini, ekkert stuðningskerfi, bara treysta á það að skólinn myndi annarkvort redda mér eða þá ég bara redda mér sjálf. Hvernig var þetta? Þú varst væntanlega með eitthvað þýðanda eða eitthvað eða? Nei. Ég fekk hérna svona nemenda til að hjálpa mér í gegnum allt af því þetta mjög mikið skriffinnska sem var líka kostur það að gera þetta í gegnum skólan er að þá skólinn úti ábyrgur fyrir þér og það mjög mikið skriffinnska að vera og ég fann fyrir því ég fór núna á eigin vegum í nám hvað hjálpaði mér mikið að hafa farað út og fengið að kynnast þessu með hjálparmanni því ég vissi samt alveg hvað ég þurfti að gera til að vera þarna og vissi svona ferlana áður en ég fór síðan út núna sjálf en já, ég fekk sem sagt Hajime, vinn minn til þess að fór með mér á sýsluskrifstofuna og hjálpaði mér að fylla út á pappinu og til allt er á japansku. Vá, og skólinn er þá væntanlega á japansku? Ég fór náttúrulega í skiptina með út af því ég var bara að skrifa lokaverkefnið mitt, þá fekk ég bara að vera svona sérnemi að taka japansku tíma og fekk svo bara aðstoð frá mínum kennara sem tók mig að sér og hann tók mig bara svona í sértíma og eitthvað svoleiðis. Á ensku? Já. Ok. En svo fór námið sem ég fór út núna sem var MBA, það var á ensku. Ok. Já, þannig þú fórst fyrst út í halvt ár já. Og kom síðan aftur út í 2 ár, rúm 2 ár, 2 ár og 3 mánuði. Vá. Já. Þú fórst í halvt ár og hvernig var fyrsta upplifunin þín? Þú veist, margt eitthvað til því? Sko, þetta er svolítið fyndið að segja það út af ég fór í þessi 2 skiptinám, ég er hálfur normaður og hitt skiptinám til Noregs. Ég var minna fyrir menningasjokki í Japan heldur en ég var í Noregi. Ok, áhugavert. Hvað, af hverju? Ég bjó mig undan, ég vissi að Japan var alltaf öðruvísi. En litla heilunum mínum þráttur að fara oft til Noregs og en aldrei bara alltaf í frí og eitthvað svoleiðis og ekki þurft að díla við að vera í kerfinu í Noregi. Það átti ég vonað, þið voru svolítið íslenskir hugsun sem eru svo alls ekki. Þeir eru allt öðruvísinu við og ég hef líka lært það í gegnum þetta nám mitt núna að vera úti. Íslendingar eru skrýtna fólki í Evrópu. Ok, hvað meinum við því?
Það eru bara, þú veist, þjóðverjar, Bretar, Norðmenn, þetta er miklu meira fólk sem er svona aðeins hlédrægara. Ég myndi segja að vissum marki eru við Amerikanar meira. Með hugarfar og svona, alltaf þetta reddast hugarfar, það er ekkert eitthvað rosalega algengt. Annars það er í Evrópu og alls ekki í Japan. Nei, ég trúi því alveg, svona með Japan. Já. Og Norræður hljóman var alveg svolítið svona hreinn og beinn einhvern veginn og... Já, ég veit ekki, svo er maður svo vanur að vera á Íslandi og bara, við rettum þessu. Og líka bara í starfi maður verið að vinna á alls konar stöðum og það er alltaf bara, við rettum þessu. En svo kom maður til sérstaklega Noregs og það bara, nei, við gerum þetta ekki. Nei, eins og hvað er dæmi? Það var svo mikil bið á milli þess að við mættum taka lokaprófin okkar og þangað til að tímaður enduð og þetta var alveg meira mánuður og okkur langaði bara að fara heim og kannski bara taka lokaprófin heima eins og við gátum gert þarna úti, við áttum geta fluttið og það bara nei, það er bara reglun okkar að við sendum ekki prófin okkar annað en þið getið tekið próf hérna og við varum bara, já, getum við ekki gert undirtöku, við getum rettað öllu nei, þetta er bara eitthvað sem við gerum ekki. Já, ég finn þetta svolítið að þegar nú býð í Svíþjóð Einmitt. Og ég finn þetta svolítið í Svíþjóð, við einmitt áttum einhvern manna, þetta er ekki tengt námi en við áttum að redda okkur, við vorum að fara frá Köpen til Svíþjóðar, þar sem við búum í Kristianstað og vorum á hjólum, af því að maður hjólar alltaf í Danmörku, þannig að við fyrir til Köpen og hjóla, erum að leiðin tilbaka og lestin stoppar 45 minnum áður en við mættum til Kristianstað og það var bara eitthvað svona óvart skiluru, lestin bara komst ekki lengra eitthvað svona eitthvað svona véla vesen þannig við stoppum og það á Skånetrafikin heitir þetta, á að redda manni á loka stað og við fengum að fara sérst í stræt og þá bara látið við þetta í lestinni bara já, því sem maður er að fara til Kristianstað þurfa að fara með hjólin, fara þangað og við förum með hjólin okkar allar leiðin að strætó og stoppistöðinni og þá er strætón ekki með stand fyrir hjól og það er ekkert svona hjóladót svona fyrir aftan bílinn og við eitthvað svona erum að tala við kallinn bara hvernig að komast í þetta og hann bara já, þið við erum ekki með hjólastand þannig að þið farið bara í næsta sem er eftir 1,5 tíma eitthvað og ég bara megum við ekki koma bara með að klukkan var 10 eða eitthvað megum ekki bara koma með hjólinn inn og þú veist það er engin í strætónum megum ekki bara koma, þetta er hálftími í keyrslu eða eitthvað, megum ekki bara koma hann bara, nei þú veist það gæti komið einhver inn í strætón sem er með barna og hvað þá ég segi, ok, þá förum við bara út þar það má ekki þú veist og við bara, what, þetta hefði alltaf mátt einhvern veginn, líðumanni allan á Íslandi ekki sens það var mikið á svona með Noreg líka einmitt og ég veit ekki, við elust upp það í skólakerfinu að þetta er allt bræður okkar og frændur skilur og þeir eru eins og við erum eins og þau og svo er það bara ekki svoleiðis. Nei, já, það er mjög grilla en svo kemur þetta í Japans og þá átti ég vona að væri allt öðruvísi og ég er náttúrulega eins og ég segi bara mikil kvíðapjasi býð mig alltaf undir að versta og þá er það bara, ég vil freka búið mig undir að versta og svo er það bara miklu betra og það var svoleiðis með Japan klárlega Að hvað leiti það? Mjög þægild að komast Tókjó er bara eina fjölunustu borgum í heimi og bara ekkert mál að ferðast og maður er svo sjálfstæður svona með að við að búa í Reykjavík og nú lifi ég bíllausum lífstíl í Reykjavík og þetta er skelfilegt. Já. Skrítið að fara frá Japan hingað. Mjög skrítið. Ég er bara ofta lent í menningarsjokki. Ég fór líka í IKEA. Já. Svo ég bara, hvað er það svo krökkum? Það er allt svo óþæg. Já. Og ég hef hægt líka fleiri tal það og vinkonum mín sem ólst upp á Bretlandi á 11 ára og það var mikið menningarsjokk fyrir hana að koma inn í grunnskólanum heima bara mega krakkarnir haga sér svona í kennslustofum. Já, vá. Af því það er náttúrulega, hvað er gert við krakka eins og Japan, hefur gert það? Það er náttúrulega bara, það er semlega skólakerfið er mjög krefjandi. Já. Mjög krefjandi og svo vinnumarkaðurinn líka mjög krefjandi. Þannig skóli sem eiginlega minnst krefjandi er háskóli, af því það er séð svona sem frí árin þín áður en þú ferð svo inn á atvinnumarkaðinn og þú ert búin að leggja svo mikið á þig upp að því að komast inn í háskóla að háskóla er fyrir eitthvað rólegur þarna og ef þið langar að fara í, ég ætti ekki að segja þetta í þessum podcasti, ef þú vilt fara í góðan gæða háskóla með góða menntun þá myndi ég segja ekki fara til Japan. Ok, áhugavert. Af því þarna voru allir bara loksins er ég búin að losna og... Já, og þarna má hafa gaman og fara að djamma smá og fara að eiga loksins svolítið að, já. Svona tíma fyrir sjálfa þig og ok. Vá. Hvernig, manstu eftir hvernig var fyrsta vikan í Japan? Bara alveg fyrsta vikan því ég var í skiptináminu. Já. Og sko, ég var mjög fegin að bróður minn kom með mér, hann var búinn að fara til Japan. Okay. Þannig að hann fór með mér út.
og gerði það líka með mér því ég fór út aftur að flytja. Já. Þannig að hann gat sýnt mér svolítið og það gerði mig miklu öruggari strax að byrja. Já. Að það, þú veist, hvað Google Maps er bara rosalega gott þarna úti og þú ert bara alveg sjálfbjarga. Og svo sérstaklega núna, ég fann það í seinna skipti, hvað Google Translate er gott. Já. Þú veist, ég var ekkert mikið að nota Google Translate í fyrra skiptið, reyndi það eitthvað aðeins en þú veist, það var bara hægt. Og það var þá hvenær fór ég út. Ég fór 2018-19, það var október 2018, svo kom ég heim bara rétt þegar COVID var að byrja. Rétt kem heim eftir að búið að loka dyrunum á landinu. Ó, ok. Og fer svo aftur út núna 23 í september og kom svo heim núna 19. desember á síðast ári, 25. Já. En já, bróðir minn hjálpaði mér mikið og gefa mér smá svona, ok, sína mig hvernig það virkar og hvert maður geti farið og eitthvað svoleiðis og algjör lúksus að vera að núti. Mæli með, ef einhver hefur tækifæri til að fara til Japan eða langar að fara í skóla, do it, þótt námið sé ekki. En ég held að mig segja það alla háskóla. Já, ok. En ok, þannig að fyrsta vika var svolítið svona aðlagast og fórst með bróðinum þannig að þú fannst út úr svona hlutunum aðeins auðveldara. Og svo var ég líka heppin að kennarinn kom og sótt okkur á flugvöllin og hann fór líka með mig í búðarferð til að kaupa inn og svona sem helst það sem vantaði. Því það getur við stundum svolítið þreytund að fara með allt í lestarnar þú ert að kaupa mikið inn eins og í vistinni ég fekk rúmföt og hann rettaði mér ískáp því það var ekkert að neyði, það var skrifborðarninni, það var stóll og svo svona lítil eining með einni hellu og ég var með klósett en sturta var sameiginleg. Já. Ok. Þannig að og hann talaði við ensku eða? Já. Tala mjög litla ensku og enskan sem þeir tala þegar þeir tala góð ensku væri ekki góð enska hérna. Ég held samt að það sé hægt að segja flest lönd í heiminum bara miðað við svona Ísland miðað við aðra þjóðir er bara fáránlega góð í ensku sko. Klárlega sko og sérstaklega bara fyrir útlendinga kominga það er bara ekkert mál. Já, akkurli. En hvenær fannst þau svona mest fyrir menningarsjokki? Það var klárlega þegar ég var búin að vera á hótel með bróðum mínum sem var geggjað. Þótt þetta var bara eitthvað business hótel lítið, þá er það samt alveg mjög hreint, þrifalegt og næs og þú hefur allt inn í litla herbergi sem þú þarft og koma svo inn á skítug og ógeðslegu vistina. Og ég kunni ekki að kveikja hitanum að fór í sturtu, þannig ég fór í kalda sturtu og svo lá ég bara upp í rúm og grét. En var það mesta menningarsjokkið? Eða bara mesta sjokki? Það var bara mesta sjokki, menningarsjokki. Eins og ég segi, ég var búin að búa mér svolítið undir menningarsjokk, þannig það var aldrei þetta moment þar sem ég fann fyrir því það var kannski bara hvað það var erfitt að gera allt þú veist ég gat ekki fengið bankareikning og ég var samt með japanskan með mér sem gat gert allt fyrir mig ég gat ekki fengið bankareikning þar sem við fórum fyrst og hún var vist mjög dónaleg, ég skildi það ekki hún virtist mjög kurteis fyrir mér en hann bara kom út og bara já, hún var mjög dónaleg við okkur okay. Og stóðan á bankareikning og það er allt sem er þar til að tekja í boxin og þetta er svolítið svona kerfi sem lætur að fara í hringi þú veist, þú getur ekki fara ekki í bankareikning nema með síma og þú veist, ég þurfti alltaf að setja síman hjá Hachime því ég var ekki með símanúmer og ég ætlaði ekki að fá með símanúmer fyrir 6 mánuði Já, meinar og þú veist, þú verður með heimilisfang þannig þegar fólk kemur að núta getur það verið svolítið svona hringavitleysa að þurfa alltaf að vera með eitthvað annað sem þú getur ekki fengið nema að vera komið þetta þú getur ekki fengið þetta nema að vera komið þetta Já, tengi mjög mikið við það í Svíþjóð sko maður getur ekki fengið bankadí eitthvað nema sem er þetta, maður getur ekki fengið svissnuma sem er bankadí og maður getur ekki borga fyrir eitthvað bla bla, þetta er rosa mikið maður fattar ekki hvað maður er raun og verið mikil forrindasjali á Íslandi hvað við höfum það gott á Íslandi sko? Já, að því líka og þú veist, maður fattar ekki hvað maður hefur það gott að hafa fæðst í einhverju landi út maður fær allt bara svona þú veist, þess að kennitann maður bara fær kennitann maður genið svona bæli í þessu en að þurfa að redda svona basic hlutum er bara miklu meira mál einmitt og við mig góður og það er allt skriflegt þarna úti þetta er allt á pappírum bara á japansku Hvernig var það? Þurftu vákvað þessi vinin pasta borgunum eða? Nei, þetta er menningarsjokki, nú kom það. Nú, ok. Ég er rosalega kaldhæðin. Já. Rosalega kaldhæðin. Það translatast ekki yfir á japansku. Þú ert bara ógeðslega leiðileg. Ok, mjög. Þannig að þegar hann kom með pappíra til mér og bara, heyrðu, getur þú skrifað undir þetta og svo getur fengið borgað á skólanum og ég bara, hvað horfði hann? Nei. Og hvað? Hann bara, þetta er samt bara svo ég geti fengið borgað og ég bara fyrirgeðu, auðvitað ætla ég að skrifa undir þetta og þú getur ekki reynt að útskýra hvað varst að meina þetta er bara svo, þetta er svo eðlislegt innræð með mér að vera leiðileg til að vera fyndin
En þetta translitast mjög illa. Jesus. Og ég var alltaf að gera þetta við greitdrengir. Og var hann alltaf jafn sjokkur? Alltaf jafn sjokkur á dónaskapnum í mér. Kannski var þessi bankakona bara kaldaði. Nei, kannski. Ég vil meina það. Kannski skilur hann bara ekki kaldaði. Nei, nákvæmlega. Já. En hvað saknaður mest frá Sauðárkróki? Úff. Bara örugglega að vera nálægt. Nálægt svona fjölskyldunum örugglega bara klálega mest. Það er svona það sem er. En á sama tíma, ég get ekki sagt ég að fengja heim frá. Nei, og það var svo mikið skemmtilegt og... Já, og sérstaklega þegar ég var skiptináminu, þetta var bara tímabundið og svo núna þegar ég fór aftur út, það eignaðist ég miklu betri vini úti og ég var alveg með mitt bara svona hring af samfélagi, svona lítið sem ég náði að skapa mér sem ég náði eiginlega ekki eins mikið að gera í skiptináminu sem er samt ekkert skrítið, ég var þarna í 6 mánuði, allir tóku samt mjög vel á móti mér. Já. Og en ég kynntist líka japansku fólki þá, af því þá voru samnefndu mínu allir eiginlega japanar og já, þetta var svona tvennt ólíkt. En ég hitti nokkra meðan ég var úti núna aftur. Svo kynntist og... Já, fyrst. En hvenær fannstu svona að þú værir að stækka þægindarhingin? Þetta er mjög erfið spurning. Já. Ég veit það ekki. Ég er bara þannig manneskja að mér finnst eitthvað erfitt þá þarf ég að gera það. Já? Hann leið að það er eitthvað sem finnst erfitt þá vil ég bara dæla mér í það strax. Hvaðan kemur það? Ég held að sé bara, ég vil ekki vera aumingi. Nei, ég vil ekki vera sigruð. Ég vil ekki láta eitthvað svona aðstæðu sigra mig. Já. Og ég vil freka bara að, sigrast aðstæðunar. Sem náttúrulega gerist bara þegar maður fer út fyrir þægindaramman. Já. Og, ég veit ekki, svo undirbjóða mér samt svo mjög vel að hafa farið í þetta skiptinám. Þótt að ég gerði lítið af þessu sjálf, þá vissi ég samt hvernig ferlið var. Og sérstaklega það Google Translate er bara komið svona og setja mynd, ég fyllti öll eyðublöðin sjálf bara í seinna skipti sko. En skólinn var enda góður að grípa mann líka með það að hjálpa hann með fyrsta sinn, af því ég fleyt út síðan núna aftur, þá bauð skólinn upp á svona að nemandi færi með þér að stofna bankareikning og ég reyndar átti minn áfram frá því ég hafði verið fyrst. Já, ok, nice. Líka fara í sýsluskrifstofuna og ganga frá því, en svo flutti ég náttúrulega 2 svo eftir það að þurfti að gera það sjálf. Kominur fluttir 2 svar? Ég flutti fyrst, ég flutti út, þá flutti ég á heimavist. Já. En svo, að því þá bara ódýrast og ég hugsaði ef ég fíla það, þá get ég alveg verið þar í 1 ár. Já. Sem ég fílaði síðan alls ekki. Og flutti út eftir 2 mánuði. Við samningum ára, en það er ekkert mál að rifta því, sko. Já, ok. Þannig að, já, flutti þaðan út bara í mína íbúð og þá flutti ég sýsluskrifstofu og þurfti þá að tilkynna flutningin minn. Ef ég hefði verið inn á sömu þá hefði það ekki verið eins mikið mál. En ég var allan innan Kyoto, þannig að það var ennþá minna mál og svo flutti ég til Tokyo síðan í síðustu 3 mánuðina og þá var það ennþá meira mál. Já, af hverju? Af því þú verður að tilkynna og láta vita og setja að flytja þangað og svo verður að fá pappír frá sýsluskrifstofunni og rifta samninguninu við heilbrigðis, hvað heitir þetta? Ráðuneytið? Nei. Hvað er þetta svona... Health insurance, hvað er það? Já. Heilsutrygginguna þína. Þú verður svolítið að fara að láta vita og setja að flytja því þá verður að fara hjá nýju sýsluskrifstofuna og fara heilsutrygginguna hjá þeim. Okay. Og það verður að fara með pappírinn og þangað og það þarf að bíða þar á nýju sýsluskrifstofunni í nokkra klukkutíma og skráða þig þar. Okay. Jesus. Þetta er svona, já, þetta hljómar spennandi einmitt, svona maður er alltaf, ég langar að prófa eitthvað nýtt og eitthvað svona. Já. Svo mætir maður kannski og það kemur eitthvað svona, já, þú þarft, og maður heyrir eins og maður heyrir þetta frá þér, já, þú þarft að gera þetta og svo þarft að gera þetta og svona. En er þetta ekki bara raun og verið þannig þegar þú mætir þarna, ég meina, jú, það eru alls konar, hvernig segir maður svona obstacles, svona hindranir, en það er bara partur af lífinu, það er eitthvað sem að gerist. Það er það, en ef einhver ætlar að fara til Japan og ég hlustaði á podcast og ég heyrði á fólk sem bjó í Japan tala um þetta áður en ég fór út, búðu undir mikla svona pappírsvinnu. Já. Það var miklu meiri pappírsvinnu en ég átti samt vona á. Já, það? Já. Ok. En að því þú fórst frá því að hvað þú bjóst á Sauðárkróki og svo bjóstu á Akureyri eitthvað. Nei, ég bjó á Akureyri bara fyrsta ári á náminu mínu, svo flutti ég á Sauðárkrók og kláraði restin af náminu mínu í fjarnámi en var duglega að fara norður og... Já, hann varst mestmagnis á Sauðárkróki. Já. Og fórst þarna til Noregs
Norex 2017 minni mig. Já, og svo til Japan í hálft ár, Já. svo aftur bara alltaf á krókinn, eða ekki? Já, alltaf aftur krókinn á milli. Og hvernig fannst þér svona, þú veist, auðvitað upplifir þetta kannski smá í Noregi og svona, hvernig breyttist heldurðu sjálfsmyndiðin eitthvað svona þegar það þekkti þig enginn? Já, klárlega, sérstaklega í Japan. Já, er það? Já. Hvernig þá? Það er bara rosalega gott að tínast í fjöldanum. Já, á góðan hátt þá? Á góðan hátt. Já. Já, sérstaklega að maður kemur frá svona litlu samfélagi eins og Sauðárkróki, þá finnst mér alltaf að rosalega gott að bara öllum, og í Japan, þetta er enda sér Japans, það er öllum alveg saman þig. Já, sem er kannski svona tvíeggjasverð. Já, en svona það er enginn að pæla í þér, það er enginn að, þú veist, kannski er einhver að pæla í þér en þá feila er það. Af því það er svona þeirra menning er bara, þú veist, allir, þú veist, hunsa hvern annan. Sem er þá ekki gott því að ég horfði á gamla mannast í hérna dett á götinu og ég var svo einu sem stökk til að hjálpa honum, skilur við. Að Japanin stóðu bara horfði. Þannig að þetta er svona kostur og gallar. Já. En mér fannst það voðalega næs. Já. Og líka bara smá frelsandi frásaldið að skapa sig aftur. Já. Og hverju breyttirðu? Ég breyti engu viljandi, en það er bara svona fyrst þegar maður er að kynnast fólki þá er maður mjög hikandi. Já. Og hleypir ekki alveg út hversu skrítin maður er. Einmitt, svo er ég bara að ræða við vinum mín og þau bara, nei, veistu, því ég fyrst talaði við, ég hef aldrei dottið í hug hversu furðulegt þú ert. Af því að svo í lokin þá er ég bara, þú veist, hagaði mér alveg eins við alla bara eins og ég gerir hérna heima, sko. Já, einmitt. Þannig að þú raun og verið breytningu en svona fyrir sjálfa þig og sjálfið þitt. Alveg aðeins svona setja mig í svona tilbaka bara svona. En það er einmitt það, ég á mjög erfitt með að þykjast vera eitthvað sem ég er ekki. Já, einmitt. Sem er kannski bara gott. Já, ég myndi segja það. En var auðveldara eða erfiðara að vera svona ný manneskja? Þú varst kannski svo sama í raun og veru en fannst það eitthvað fyrir því? Það er alltaf erfitt að kynnast nýju fólki. Já. Það er náttúrulega bara það sem er mjög erfitt. Og að reyna að koma vel fram og eignast vini og eitthvað svoleiðis. Og ef náttúrulega vilja allir að þessi teki vel á móti manni og eitthvað svoleiðis og maður vill vera vinur allan að ég. Já. Og já, það er alltaf mjög erfitt. Og einmitt bara að mæta eitthvað fyrst nýjan stað í fyrsta sinni mjög erfitt og svo var ég búin að gleyma því hverja fyrsta daginn í skólanum var og ég mætti ekki. Þetta var kynningadagur mér til varnar. En þeir voru mjög mikið að senda okkur tölvupósta og þetta bara var komið í svo mikið rugl. Þetta bara allt svo formlegt og svo mörg samskiptum allt þetta var bara, og að flytja sjálfur þetta bara alveg fór fram hjá mér. Já, guð. Og fór greinlega fram hjá fleirum því að það var síðan sendur tölvupósta bara, heyri, þetta er byrjað. Og mættur þá seint? Ég mætti seinni daginn. Já, ok. Það var sér dagur 2 á þessari fyrstu viku sem var svona kynningavika. Ok. En hvað lærið þér sjálfa þig sem þú heldur að þú hefðir aldrei lært heima? Ég get miklu meira en ég held. Vá. Og þú veist, það er bara, þú verður bara að kýla á það. Það er erfitt, það þýðir ekki að sitja í því hvað það er erfitt. Það bara drulla sér í gang. Já. Og afstæð. Eins og í hverju? Bara með því að mæta, halda fyrirlestra, tala við nýtt fólk, tala í tímum, þú veist. Gerður það ekki á Íslandi? Nei, ég er mjög feimin og tilbaka í öllu. Ok. Ég er alveg mjög þægilega ef ég á að gera það. En svo var komið krafa hjá mörgum sem kennu þetta og við ættum að tala. Og þetta var 50 eitthvað nemenda hópur. Já. Sem ég þekkti ekkert, það var sem er mjög erfitt. Var það engin léttir? Ég get einhvern veginn ímynda mér að þegar maður er vanur því að vera til dæmis á Íslandi og Sauðárkróki sérstaklega sem er pínlítið samfélag og við það samfélag að vera frá Sauðárkróki að þá svona einhvern veginn þegar allir þekkja mann og vita hvernig maður er þá er maður svona kannski fastur í því að vera passa inn í þennan kupp sem að búið að setja mann í eða kassa sem er búið að setja mann í en ég get ímynda mér svona að þegar maður þekkir engan og það hefur engar afleiðingar hvernig þú í raun og veru kemur fram þú veist þó auðvitað er allt afleikar en þú skilur kannski hvernig ég er að koma að það sé kannski smá frelsi í því það er smá frelsi þegar maður er að kynast nýju fólki við mér já. Að þurfum ekki alltaf að þú veist, það er enginn hérna sem segir þetta var ekki svona eða eitthvað svona eða þurfa að passa sig eða eitthvað svoleiðis að segja frá eða eitthvað svona en maður verður alltaf bara að bera virðingu fyrir öðrun í staðir því að þetta er alltaf fólk sem kemur frá rosalega ólíkum stöðum þar sem ég bý og ég var ofta einmitt bara lenda á ýmsum svona nýjum veggjum í samskiptum og eitthvað svoleiðis sem maður hafði náttúrulega ekki lent á Íslandi áður því allir svo svipaðan bakgrunn og eitthvað svoleiðis. Já, eins og hvað? Bara hvað maður hefur mikil forréttindi að vera í Íslandi. Já. Og það var bara eitthvað sem ég var að lenda aftur og aftur í. Maður heldur sér sjálfsagt að allir hafi þetta. Eins og hvað? Bara verkalýðsfélög. Já. Til dæmis. Það er bara mjög sérlega sterkt á Íslandi.
og líka bara það einmitt, hvað maður búin að fara í mörg ferðalög þegar maður elst upp, hvað við höfum það almennt gott á Íslandi með að við bara einmitt mörgum öðrum stöðum og já, maður svona oft kannski segir eitthvað sem maður ætlar ekki að meina sem eitthvað illa gagnvart einhverjum en út í maður veit ekki kannski endilega betur þá svona, úps. Eins og hvað? Mér fannst til dæmis, nú þarf ég alveg bara virkilega að hugsa. Þetta var eitthvað sem ég var að lenda ofta á svona, maður vill ekki segja sinn eigin innri rasismi en þetta það samt svona í rauninni. Já. Fáfræði bara. Já, einmitt bara fáfræði en bara einmitt líka bara vera tilbúin til að takast á við það og svona heyrðu. Þetta ekki kannski, ég vil ekki vera að hugsa svona. Bara þú veist, einmitt bara foreldrar mín bara mjög, mamma mín leikskólakennari, pabbi minn bakari, höfðu það samt mjög gott eða svona miða við bara mörg öðra frá löndum eða skifur frá löndum eins og Vietnam eða Myanmar, það alltaf bara stríð í gangi og hérna já, og maður sé ekki svona með sín forréttindi einhvern veginn að það sé bara standardin yfir alla einhvern veginn að það sé bara sjálfsagður hlutur það svona aðalega það og þá var ég ofta að reynda með því að vera bara býtu en, þú veist eins og með hvað þá? Þið voru í samtali þá einhverjum vinir og kemur eitthvað upp eða hvað minnur þá? Já, þá verð ég svo sjokkeruð að hafa það ekki allir eins gott og ég, þú veist, einmitt bara það að geta kennararnir, það þurfi ekki að vera svona ógeðslega formlega við kennararna sína og eitthvað svoleiðis og það var eitthvað sem ég var lendið með kennararna, ég var ekki alveg viss hvernig að tala við þá hann úti. Þetta var samt alveg frekar slagt að þetta var international braut. Já. Og en hvernig á maður að tala við kennararna sína eða þú steina gæsa það bara á? Kallara held ég alltaf seinni nöfnum og mátt kalla á prófessor, ég gat ekki gert það, það bara var ekki í mínum einhvern veginn, ég kallaði frekar alltaf bara eftirnafninu sínu og já, og ekki vera svona eins kannski hversdagslegur og við erum mikið á Íslandi sko þeir náttúrulega það svona meira bil á milli finnum maður já, svona virðingar skali einhver einmitt og það var svona svolítið smá en já, og svo hérna, það var einmitt eitt sem við var í einu tíma og sem ég rakst á með það svona forréttindapesar, við horfum á þú veist þessi lönd eins og Vietnam og sem svona, nú man ég ekki hvað samfélagslega rétt að kalla þessi lönd, það ekki þriðjaheims eða þróunarlönd, ég man ekki hvað rétt allavega alltaf flokka þessi lönd í, þú veist, Brasilía Indland, þess áttar Suðaustur Asíu, já og við höfum ákveðna sín á þessu lönd þau hafa ekki deila þeirri sín bara ekki neitt þú veist, þau sjá þetta ekki svona ég mani mitt það var í einu tíma þá var að við vorum að ræða það var svona grænn áfangi hvað hét hann? Green Sustainability Practices og vorum að fara yfir og eitthvað svoleiðis og ég var með einu frá Tansaníu og einu frá Brasilíu líka í svo áfanga og þeir voru að tala skilur regnskógana og eyðileggingu regnskógana og þá kom svo góður punktur það að við eigum þetta okkar auðlind, af hverju megum við ekki nýta hann eins og við viljum og líka hverjir að kaupa afurðnar af þessum regnskógum það eru Vesturlandabúar sem horfa samt hornauga á þessa eyðingu en þetta samt eiginlega allt fyrir þau og af hverju megum við ekki nýta þessu auðlind, þetta okkar auðlind og með því að eyðileggja það þá? Já. En þú veist bara alveg svo að setja bara endilega svo rafmagnsbíla og eitthvað svoleiðis á þessu lönd þau eru bara ekki á þessu stað að geta, það ekki, þau deila ekki sem forréttindi og við að geta haft áhyggjur á eins og hlutum þú veist, fyrir þeim eða bara, þú veist, bara komið mat á borðið, sjá fjölskylduna og það bara það sem þeirra hringur nær, þau ekki að hugsa að endurvinna eða eitthvað svoleiðis á meðan við erum bara eitthvað einmitt að horfa svolítið á þau og bara á þeirra menga svo mikið, þau eru að eyðileggja náttúru afurðir og eitthvað svoleiðis og líka ein stelpa sem frá Vietnam, það var í öðrum áfanga sem man ekki akkur núna hvað heitir en hún var einmitt að tala það að það var sett bann á verksmiðjur og hún var að tala hversu neikvætt það væri á svona verksmiðjur sem var að framleiða föt og hún bara talaði hvað fólk sem hún þekki sem var að missa vinnuna og eitthvað svoleiðis og þetta var svona annað sjónarhald sem ég hafði aldrei hugsað út í því að mjög auðvelt fyrir okkur að segja þú veist, hræðilegt barnaþrælkun og allt þetta en þau náttúrulega bara lífsbrauðið þeirra og þau horfa ekki á þetta sömu augum og ég ekkert að segja eitt sér rétt eða rangt en það var gaman að fá svona annað sjónarhald sem að bara mér hafði ekki dottið í hug og þetta kannski mjög eins og ég segi bara fáfræði eitthvað svoleiðis
En ég hafði ekki dottið í huga að fólki sem væri frá þessu löndum væri bara alltaf læg með eða regnskóðana. Nei, já. Einmitt. Og sama með þessa, að því maður heyrt svo mikið talað hvað skiptir máli að loka þessum verksmiðjum að svo að sé ekki barnaþrælkun og okkur svona en svo kannski fólki sem með börnin sín í vinnu. Það ekkert önnur atvinnuendilega í boði. Ég mitt, þá bara ef börnin er ekki í vinnu þá fáðu bara miklu meiri peningin inn á heimilið og þá bara fátækt og fólk að það er næringarskorti. Ég veit ekki sem en þetta bara samt svona raunveruleiki sem þú búið við. Þetta bara eins og við bjöggum við fyrir 100 árum síðan ég veit. En heldur þú myndi vera sama manneska í dag og þú hefðir ekki farið til Japan? Klárlega ekki. Að hvað leyti? Það gaf mér rosalega mikið sjálfstraust. Já. Og einmitt, það var kannski svolítið lokaður í kassanum með hver maður var áður maður fór út og þorði ekkert að stíga kannski mikið út fyrir það sem persóna. En bara eins og það ég hafi komið til viðtal og eitthvað svoleiðis, þetta eitthvað sem ég hefði aldrei gert áður ég fór til Japan. En þú veist bara, læra að eignast nýja vini. Þú veist, það fullan aðalið. Það er bara ógeðslega erfitt. En vá hvað það er gaman. Það er svo berskjaldandi líka. Það er það. En ég veit svo fyndið, þú veist, ég hugsa þetta ofta því að mamma mín á, bara besta vinkona hennar í dag kynntist hún þegar hún var heldur 25 eða eitthvað. Og ég hef oft hugsað út þetta bara svona grilla, þú veist, því að flesti sem maður horfir í kringu sérstaklega þegar maður er ungur þeir eiga bara vinnu úr grunnskóla og menntaskóla og that's it og fólk er ekkert að færa sig úr þeim hópum og eitthvað svona en því eldri sem maður verður því meira áttar maður sig á að það er bara, fólk er að kynnast fólk í vinnunni og fólk er að kynnast fólk í alls konar activities, hvað heitir það, svona afþreyingu, takk fyrir finnur saman í þessu og þú veist fólk sem ég er að kynnast í dag, ég var með vinkonum minni í gær sem ég er búin að kynnast fyrir ári síðan mér finnst ég miklu tengdari henni heldur en mjög mörgum sem ég var með í grunnskóla til dæmis, ekki að heita þau samt en þú veist það er bara þetta, eins og því ég fór til Japan núna bara ekkert mál, ég fór þangað svo kom ég tilbaka, einmitt að þú varst að heyra í mér með að vera í þessu podcasti þarna á flugvellinum bara grátandi, þetta var bara ömurlegt að fara tilbaka og ég hefði aldrei búist við því að ég myndi eignast svona góða vini og svona gott samfélagvinum sem, og þú veist, við munum aldrei fána tíma aftur. Nei, einmitt. Af því að þú veist, það er bara allir búin að fara í sitt hvaðan áttunum svolítið eftir, þannig að einhverjir sem eru eftir í Japan, en þú veist, aðrir búin að tvistrast innan Japan alltaf og líka bara fara heim til sína landa. Já. Getur ímyndað að fara aftur? Já. Er það? 100%. Myndirðu vilja búa það? Já. Er það í boði eða? Það er svona fyrir eftir hvað ég er tilbúin til að sætta mig við. Ok, hvað meinarðu þá að sætta þig við? Það er alltaf ástæðan fyrir ég kem heim er það að ég bara sá ekki fyrir mér að ég myndi vilja vera þarna upp á svona hvað er það, life-work balance. Já, vinnu lífs jafnvægi. Já, einmitt. En það náttúrulega er ekki það gott að núti og ég er búin að sjá það svona svolítið í gegnum vinkonum mína sem er að vinna þar núna og ennþá og það er líka bara svolítið hvernig japanska fólkið er. Er fólk þá bara að vinna ótrúlega mikið vinnur? Já. Þú veist, hún fær, eins og þetta er bara hennar samningur bara mjög algengur og ég þekki svolítið út í hún er búin að segja mér fyrir hvernig það er, þá get ég talað um það. Hún fær 10 daga í frí ári og hún má jafnvel ekki taka það allt í einu. Það er bara svolítið upp á hennar yfirmönnum komið. Býtu, en frídagarnir eru samt 2 í viku eða ekki? Nei. Jú, getur verið, en þú veist, gæti þetta vinna auka. Þannig hún er að vinna alla daga vikunar? Nei, það er yfirleitt frí helgar. Það gæti komið upp að sé frí, ekki frí fyrir helgi. Ok. En hún er ekkert að vinna 8 tíma á dag. Hvað er hún að vinna? Það er bara fyrir eftir. Eins og hvað? Þú veist, hún var að heyri mér daginn og hún var ekki ennþá farin heim og ég var að byrja minn vinnudag á Íslandi. Og klukkan var 10, þannig að hún er 9 tímar undan, þannig að klukkan var 6 að vera 7. Já, einmitt. Og hún er bara ennþá að vinna, ég sé ekki eins og fram að ég sé að fara fljótlega heim. Ok. Og hún getur ekki sagt til það, það kemur bara fólk með til verkefni til hennar og... Já, og það er náttúrulega engin, eins og segir, verkalýs... Nei. Hvað heitir þetta? Svona verkalýsfélag. Já, þau er ekki til staðar. Nei. Það er engin til þess að passa upp á að hún sé þú veist, að lifa. Þeir segjast alltaf vera að breyta þessu og þeir séu að stefna á þetta en svo er Japans samfélag líka bara þannig það er rosalega mikil hefð og það er mjög erfitt að koma með breytingar. Það gerist allt rosalega hægt hjá þeim. Þannig að þú veist, þetta er bara mjög hægt að gerast og hún er hálf japansk en hún elst upp í Indlandi. Og þar í Indlandi þá máttu vera svolítið opnari manneskja en þú ert í Japan.
og ég mynd kynntist einum þegar ég var í skiptináminu sem var álst upp í Bandaríkjunum en kom reglulega til Japan og tók skólan með þeim á sumrin þegar hann átti verið sumafrí frá Bandaríkjunum af því að Japanir fá eiginlega ekkert sumafrí svo fór hann til Japan og var í skólanum þar í sumafríinu sinni í Bandaríkjunum okay. og hann segir einmitt líka bara með persónuleika sinn þegar hann fer úr ensku yfir í japansku hann tapar svona ákveðin persónuleika af því þú getur ekki tjáð þig eins persónulega í Japan? Já. Það bara tungumál ekki hann byggt Vá, en áhugavert Já, og fólk almennt mjög lokað og þú talar ekki mikið þínar skoðanir og svoleiðis og hún búin að lenda núna í smá árekstri hún átti 2 yfirmenn sem líkuðu mjög vel við hana en þeir báðu hann álit á verkefni hún gaf það og sem var gegn þeirra áliti og þeir sögðu bara nei, við ætlum samt að tíma í þetta og fara svo með það til yfirstjórnarna sem hafði sama álit á hún og þá voru alltaf komin kalda öxlin og þeir fíla hana ekki eins vel og hún finnur fyrir því sko. Hún var ekki rekin hún var ekki rekin en svona, þetta svona aðeins öðruvísi svona tilfinningalegt samband við fólkið sko. Þetta ekki alveg eins þetta bara öðruvísi, ég vil ekki segja mann langar að segja þroskað eða svona óþroskað, þetta svolítið svona grunnskóla hegðun finnst manni stundum en þetta bara svolítið hvernig þeir eru oft sko. Já, menningin bara allt öðruvísi Já. En hvernig svona menning tengt konum og feminismi og svo leys? Þeir eru mjög aftarlega þeir eru bara þeir frekar aftarlega með við flestar Asíu þjóðar held ég sko ég held að Kína sé framar til dæmis en Japan Suður-Kórea held ég enn aftar reyndar en svona maður ætlar að skala þetta eitthvað en það bara ég var forréttindapési, hvíta fólkið forréttindapésar, það eru svolítið eins og hvít bara eins og menn Ok Já What? En það svona Suður-Asía og konur frá Suður-Asíu fá mikla fordóma og fólk frá Suður-Asíu almennt innan Japan og já, konur eru ekki mikið að vinna, það eru mikið heimavinnandi og það erfitt fyrir að vera á vinnustöðum, það bara bjóði beður að gera kaffi og svoleiðis og heyrst bara frá mörgum einmitt ein þýsk sem var að vinna inn á fyrirtæki hún var aldrei beðin að laga kaffi en það var önnur frá Suðaustur-Asíu sem var alltaf beðin að gera kaffi það voru í sömu stöðu Ok Það mjög algengt Geymum það í smástund að stækka þægindahringinn og tölum þægindin. Það líka mikilvægt að muna stundum að vera þar. En til þess getur farið inn á vilmahome.is og fundið alls konar þægilega vörur. Frá skvísudegurvörum yfir í sánateppi og svo komin nýja vörur eins og sundbólir. En talandi sund hafið farið inn á nuno.is nýlega. Ef þið viljið finna sumar bikinið í ár til að taka með til útlanda eða í heimsæsu eða út á pall þegar það kemur aftur 20 gráður til Íslands, að þá mæli ég með að kíkja þangað inn og finna eitthvað sumarlegt og sætt. Í hverjum þætti minnum við á styrktarreikning og í þessum þætti minni ég á Bergið Headspace. Ef geðheilsa ungs fólks skiptir þig máli, hvet ég til að styrkja Bergið eða hlaupa fyrir þau Reykjavík maraþoni. En talandi að hlaupa, þá vil ég hvetja ykkur leghafa til að hlaupa í næstu búð að kaupa ykkur natrakérvörur fyrir næstu blæðingar. Það ekkert annað merki jafn umhverfisvænt eða gott fyrir heilsuna. Natrakér án allra eiturefna og þau nota ekki klór til að hvítta vörurnar sínar. En talandi heilsu vil ég líka hvetja ykkur til þess að skoða Sonnet-vörurnar. Ég alveg heilluð af þessu flotta fyrirtæki, en öll innihaldsefni brotna 100% niður í náttúrunni, engin brotvarnarefni, ilmefni eða kemísk litarefni. Þarftu fleiri ástæður? Ég bara spyr. En annars vil ég þakka ykkur fyrir að hlusta og ég vil þakka ykkur styrktaraðilar kærlega fyrir og hvet ykkur öll til að senda mér á Instagram hvað þið vilja heyra næst. Höldum áfram. Næsti liður sammála eða ósammála. Þá segi ég staðreyndir og þú segir mig hvort þú sért sammála eða ósammála. Ok. Maður þarf að fara langt frá sér til að finna sig. Sammála. Það auðveldara að vera hugrakkur þegar enginn þekkir þig. Sammála. Smábæir móta sterka sjálfsmynd. Ósammála. Ok, að hvað leiti? Ég held bara að þeir setja það meir í kassa. Já. Og ég veit það ekki. Kannski það bara mín reynsla. Ég stressuð týpa, stressuð félagslega. Kemst að því núna, þú veist, ég líklegast með félagskvíða sem krakki. Að mér fannst ég alltaf þurfa að
gera mig eins og hina. Fattar þau svona. Maður fann fyrir pressunu og ég held líka sem bara margir ungir finna fyrir því að vilja frekar bara passa í bóksið og reyna kannski aðeins meira að þvinga sig í bóksið. Og ég held að sé að verra í minni samfélögum af því að þú hefur ekki eins fjölbreyttar hópa fólki til að líta upp til. Já, eða finna því með svona. Þannig að ég allan myndi segja það. Já. Það er hollt að upplifa menningarsjokk. Sammála. Þægindaraminn heldur aftur af fólki. Sammála. Það er forréttindi að geta flutt út. Sammála. Það er meiri pressa að standa sig þegar maður er útlendingurinn að gæsla. Ósammála. Ok, af hverju? Mér finnst bara þegar enginn þekkir mig þá er ég er bara að bera mig saman sjálf á mig og ég þarf ekki að pæla í hvað neitt annar er að gera. Ég þarf bara að ná mínum markmiðum og þú veist, áhæði hvað eru fyrst. Svo kemur eitt, það er hægt að stækka án þess að flytja. Sammála. Já. En það er klárlega auðveldar að gera með því að flytja. Já, en meira svona sjokk bara svona. Já, það gerir það svona, þú þarft að leggja meiri vinnu í það eða þú ætlar ekki að flytja, myndi ég segja. En það gerir það svolítið fyrir þig þegar þú ferð eitthvað annað. Já, en fannst þú eins og munin á því að flytja til Noregs og flytja til Japan, að þú segir, það var alveg mjög menningarsjokk að flytja til Noregs. En heldur að þú hefðir ekki náð jafn miklu þroska ef þú hefðir bara flytt til Noregs. Segjum að hefðir flytt til í 2 ár, eða hvað það segja? Já, ég held það sko. Já. Af því að það sem var með Japan er það þú ert komið svo rosalega langt út fyrir allt einhvern veginn. Mér finnst þú missa meiri tenginguna við kassan einhvern veginn. Já. Ef það make a sense. Þú fer svona langt frá. Já, og svo hjálpaði það líka að það voru fleiri erlendi nemendur með mér þá. Einmitt. Og í Noregi þá fannst mér ennþá vera svolítið först í íslenska kassanum svolítið áfram sko. Ok. Því ég hugsa tilbaka. Já. Af hverju heldur þú? Kannski út í að fjölskylda minni var þannig líka. Já, einmitt. Það gæti bara verið það. Já. En líka bara hvað normenn eru lokaðir svona mér fannst ég meira þurfa einhvern veginn að lagast að því heldur en í Japan af því að þá var ég meiri útlendingur. Ég skar mig meira úr þar. Já. Heldur en ég gerði í Noregi. Og fékkst kannski frelsi til þess að vera bara klárlega ótrúlega furðuleg af því að þú veist, vast ótrúlega öðruvísi og þú hefur það er meira svona öðruvísi frelsi í Japan því að þú veist bara eins og það hvernig Japani klæða sig, þú sér miklu meiri fjölbreytileika í því heldur nokkuð tíma bara á Íslandi eða í Noregi. Já, einmitt. Það sé það nú bara á túristum. Það er svona, já. Og það er einmitt bara svona þótt fyrir séu svona rosalega hefðbundur rosalega mörgum þá þar fær einstaklingur mjög mikið að blómstra. Já. Og það er alltaf lagi að vera með, þú veist, mjög margir Japanir hafa mjög svona ykt áhugamál svona fyrir anime eða einhverju svoleið sem væri ekki samfélagslega eins samþykkt hérna til dæmis. Algjörlega, sko. Og þeir fara svona meira all in í áhugamálin sín svona heldur en það væri algengt inn á Íslandi sko. Fannst eitthvað nýtt áhugamál úti? Já, ég fór að spila miklu meira borðspil en ég gerði áður. Og skemmtilegt. Já, og svona tölvuleiki með vinum mínum sem ég hafði ekki gert áður. Já, ég alltaf bara spilaði einn. Já, skemmtilegt. Nú held ég aftur í samanlæðu samla. Það er að vera einn í nýju landi styrkir mann. Sammála. Það er bara, myndi ég segja, ef þú fær tækifæri til þess að eftir að stökkva það. Já. Og svo seinast að heimahagarnir kalla alltaf aftur. Já, klárlega. Sammála því. Já. Það var líka bara þannig að í lokin að þegar maður að velja milli svona lífsgæðina, þá fór maður að sjá hversu gott. Maður kann að meta Ísland. Japan hefur klárlega sína kosti og ókosti. Ísland hefur sína kosti og ókosti. Ég sá klárlega meira af ókostunum þegar ég fer út. Á Íslandi? Já, heldur en svo sér maður hvað maður hafði og raunverulega gott á Íslandi sem maður kunni ekki að meta áður. Þannig að seinna mér svona fannstu fyrir hvaða voru margir kostir en í byrjun varstu svona, já ok, það er ekki þetta, það er ekki þetta til á Íslandi. Já. Einmitt. Ok, þá er það næsta. Hvort myndirðu frekar? Lykilspurning þáttarins er hvort myndirðu frekar vera stór fiskur í lítilli tjörn eða lítill fiskur í stóru hafi? Og hvert er svarið?
Þetta rosalega erfið spurning. Sem ég finn það sjálf verandi frá króknum að það einhvern veginn ótrúlega notalegt Það eru kostur og gallar við Já, bæði. algjörlega. Sko, ég myndi segja að þú verður að gera bæði. Já, En svo verður ákveða hvar þú vilt vera. einmitt, en ef þú þyrftir að svara, velji eitt. Ég held lítill fiskur í stóru hafi. Hvort myndir þú frekar vera það sem allir þekkja þig eða það sem enginn hefur fyrirfram mótað skoðun að þér? Í hvað samhengi er það? Engu. Ok. Ég held að það væri það sem enginn þekkir. Já, enginn hefur fyrirfram mótað skoðun. Já. Hvort myndir þú frekar vera örugg og stöðug eða óörugg og í stöðugum vexti? Óöryggi stöðuvexti. Hvort myndir þú frekar sakna heimahagana eða velta fyrir þér hvað ef alla æfi? Ég vil frekar sakna heimahagana. Já. Hvort myndir þú frekar læra nýtt tungumálamenningu eða dýpka tengslinn þar sem þú ert? Læra nýtt tungumál og nýja menningu. Ég held að það sé bara eitt að verðmæta það sem þú getur gert. Og ennþá í dag, myndir þú vilja fara eitthvað nýtt? 100%. Já. 100%. Ég var alveg að skoða það líka að fara eitthvað innan Evrópu, en ég ákvað bara að lenda fyrst á Íslandi og sjá svo bara hvert ég fer. Ég er ekki búin að útiloka að ég fara eitthvað annað, sko. Ok, skemmtilegt. Spennandi, það verður spennandi að fylgjast með þér. Og ef þið eru ekki að fylgjast með henni, þá er henni á TikTok. Ég posta valla. Jú, þú veist helling að posta í alveg. Ekki helling. Og ég er ekki að halda áfram hérna heima, sko. Þetta var bara fyrir vinið mína sem voru ekki í stöðu sambandi við mig að sjá hvað ég geti gert. Mér varst það mjög skemmtilegt. Kannski snýði þessu við núna og fyrir að gera akkurat auðvitað fyrir vinið mína úti. Einmitt, gerðu það. Heyrðu, það er hugmynd, ég kannski fyrir að gera það. Já, gerðu það, klálega. Hvort myndir þú frekar vera svo sama og þú varst alltaf eða leyfa umhverfin að breyta þér? Þetta ætti ekki að vera spurning. Leyfa umhverfin að breyta þér. Hvort myndir þú frekar fara og snúa aftur breyttur eða aldrei fara og veit ekki hvað þú mistir aftur? Þú verður að fara. Frekar auðlust svar. Já. Myndir þú segja við værum hrætt við að fara? Klárlega. Og ég sé að sem Íslendingar þá er sérstaklega króksarar, finnst mér, mjög vanir því að vera bara svolítið heima hjá sér. Heimaskutnir, nei. Ég geng ekki svo langt. Mjög stórt skott á króksara hérna. Já. Þetta er svona. Þeim finnst ég stórskrítið fyrir að fara til Japan. Og við alltaf að fara eitthvað svona út. Ég meina, já, ég myndi segja það, hérna, það er bara svo gott að fara eitthvað annað. Og sérstaklega út fyrir Ísland. Þótt að sé allt ömurlegt og það verði ömurleg reynsla. Að bara sjá hvað maður hefur það gott heima og hvernig það er að búa annar staðar. Ég held að borgi sig alltaf fyrir alla. Klárlega, sko. En myndir þú segja að þægindarammi væri bara annað orðið yfir ótta? Já. Já, sammála. Getur maður stækkað of mikið og passa svo ekki lengur heima? Myndir það? Já, ég held það alveg. Ég held það gæti alveg gerst. Já. En það er samt ekkert óeðlilegt. Nei. Ertu hrædd að stækka of mikið að koma á krókinn og einhvern veginn passa ekki? Ég var þá stór fyrir krókinn. Já. Nei, það er ekki mikill ótti. En finnst þú svona til að Íslandi minna í dag eftir að fara svona mikið? Nei. Mér finnst það ekki. Mér finnst ég hafa eitthvað verðmætt að koma með, svona sjónarhorn og bara eitthvað meira að segja. Einmitt. Meira gagnrýna. Einmitt. Já, einmitt. Eins og hvað? Nei, þetta er bara búið að vera rosalega menningarsök fyrir mig að koma heim. Ég hafa búin að aðlaga svolítið mikið hvernig það var þarna úti og Google Maps er ekki áræðilegt hérna. Allavega ekki út fótgangandi. Ekki? Nei. Það er að segja mér að fara yfir það sem er ekki gangbrautir og eitthvað. Og varst alveg að treysta það mikið á Google Maps? Þú getur treyst svo mikið á þetta núti, sko, bara 100%. Það veit hvað gangbrautir eru og allt, sko. Vá, allt. Og svo rata ég ekkert þetta fyrir sunnan, sko. Það er eiginlega skelfilegt. Já, mjög það ókunnur kemur. staðháttum. Það kemur. Vá, sko. ég vona það. Já. Já, þú veist, ég þekki Tókjó betur. Það er svo fyndið. Hvað búa margir í Tókjó? Ok, ég get ekki vita það hvert núna. Það er búin að spyrja mig mjög oft þessa spurningu. Ég fletti veitir upp nú einasta skipti og ég gleymi því alltaf. Ég giska 48 milljónir. Ok, ég ætla að giska á 66. Oh my god, þú gæti verið nærði.
Tókíó. Úps. Svarið er ok, yfir 14 milljónir. Nei, fyrirgefðu. Svo kemur hérna Tokyo, the capital of Japan, is the world's most popular city with over 37 milljónir. Já, ok. Ég var 10 frá. Geggjað. En þú vinnur. Já, og voru nú bara 2 milljónir Kyoto þá smábær. Wow. Já, ég bjó í smábæ. Að segja þetta komandi frá 3000 manna samfélagi er hilarious. Ég vildi ekki eins og flytja til Kyoto. Ég hafði enga trú að vera geggjað, svo elska ég Kyoto. Mér langar að kaupa hús þar í dag. Ég fekk smá kvíðarnir í maður að hugsa 2 milljónir. Þetta er mjög mikið smábæ tilfinning. Þetta er það? mjög mikið smábæ tilfinning og þetta er ólík flestum borgum í Japan, sko. Hvernig talar fólk Kyoto í Kyoto? Kyoto fólk er almennt séð sem stífara, formlegra. En þau tala væntar ekki svona eins sjálf og segja eitthvað? Þetta er svona almenna skoðunni, sko. Já, ok. En hvað finnst þér, tala þau þetta sem smábæ? Já. Fyndi, að því að nú býð ég í Kristjánstað, búa 85.000 manns cirka og ég er mitt frá 3.000 manna samfélagi og hérna, mér finnst alltaf umræðan vera bara, já, þau eru náttúrulega svo lítil og það er svo fáir hérna og það er ekkert að gera og það er enginn að kynnast neinum og það, þú veist, og bara þegar ég sagði að ég væri hérna, videographer, eða þú veist, væri að búið til auglýsingar og hérna, samfélagsmiðlaefni og eitthvað svona, þá voru bara, svona manneski í Kristjánstað? Ég bara, halló, þið eru 85.000 mannes, við hverju býstu? Mér finnst hvernig fólk einhvern veginn getur, þetta er svo mikið svona hausinn. Já. Hausinn er svo mikið sá sem stjórnar. Akkurat. Hvernig maður horfir á sjálfan sig og horfir á samfélagið sitt getur svo mikið mótað. Það er svo fyndið bara einhvern veginn hvað þetta er allstar í heiminum. 2 milljóna samfélagið. Það er svolítið, kannski er það allt, það er svona spurning hvað þú dregur mörkin í. Ég held að það sé svona Kyoto héraðið. Og svo er það kannski svona stærra svæði, held ég að séu 2 milljónir. Svo er kannski minni bærin eða svona innra kerfi aðeins minna. En svo er þetta nánast samtengt Osaka. Þú fer með lestinu og þú fer nánast valla út fyrir bæ, sko. Eða út fyrir byggð. Þannig að það er svona kannski svolítið á gráu svæði. En þú ert líka bara svona 40 mínútur að fara til Osaka frá Kyoto. En hvað myndir þú segja, svona lokaspurning, hvað myndir þú segja við litlu Elínu í dag eftir að hafa farið út allt, bara til Japan og Noregs og hérna, já, út Hornsteina Skagafjarðar. Hvað myndir þú segja við litlu Elínu í dag? Hún myndir ekki trúa að ég hefði gert þetta allt saman. En það er bara, þetta reddast. Ekkert bara ákveðið á mikið. Taktu bara ákveðinu svolítið svona eins og það koma. Já. En svona tengt þægindaringnum? Já, ekki vera hrædd við að gera það sem er erfitt. Klárlega. Það verður ekkert auðveldara með því að sleppa því. Og þú veist, það verður engin vöxtur nema það verður engin árangur og erfiðis. Ég veit það ekki. Já, það er mjög gott, sko. Já. Þannig að kannski snýst þetta ekki bara Japan. Kannski snýst þetta bara kjark. Og nú spyr ég þig, kæra hlustandi, hvort myndir frekar vera þar sem þú ert örugg eða öruggur eða örugt, eða fara þangað sem þú verður stærri en þú varst. Spurningin er nefnilega ekki bara hvert þú ferð, heldur hver þú verður. Er það ekki? Jú. En ég segi bara takk fyrir að hlusta á hvort myndir frekar. Takk Elín fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Og við heyrumst í næsta þætti. Þangað til næst. Bye.